Já, komið sæl, Viðar Freyr heiti ég og ég er meistaranemi í rafvirkjun og rafeindavirkjun við meistaraskólan. Það er þess að tækniskólinn og þetta er lokaverkefni mitt í meistaraskólanum sem að ber titilinn Sjálfvirkur frostvari fyrir orlofshús. Og eins og myndin gefur til kynna þarna þá snýst verkefnið að verja veitulagnir fyrir frosti og þar með verja húsnæði fyrir vatns- og lekaskemmdum sem að verða vegna frostsprungina lagna og ég hef svona ákveðið að takmarka verkefni við orlofshús alveg sérstaklega í því samhengi þar sem þetta er svona töluvert algengara í þeim húsnæðum og eins kostnaðarsamara en auðvitað má síðan í framhaldinu hugsa sér að þetta verkefni myndi ná yfir bara öll hús í raun og veru. En þetta verkefni kom til þannig að ég var í meistaraskólanum með öðrum nemyndum og þar á meðal nokkrum pípulagningameisturum og það kom upp svo hugmynd að hvort það var ekki hægt að vakta einhvern veginn betur þegar svona atvik er þessi stað, hvort það var hægt að láta vita fyrr þannig að húseigendur getu fyrirbyggt tjón með betri hætti en svo fljótlega fór umræðan að snúast meira það að væri ekki hægt að koma bara í veg fyrir þessi tjón alfarið með svona einhverjum úrræðum og þetta verkefni fjallar svona hugmynd til þess að gera það. Nú, það er kalt á Íslandi og það er ýmis vandamál sem að fylgja því. Það getur verið erfitt að komast á milli staða og það er ýmislegt tjón sem að getur orðið af kulda og frosti. Lægsta hitastig sem mælst hefur á Íslandi er -38°C og mældist það á Grímsstöðum og í Möðrudal á Öræfum 22. janúar 1918. Það var frostaveturinn mikla. Og að jafnaði er hitastig uppi á Hálindi -10°C yfir veturinn sem er nægilega lágt til að hætta skapist á frosti í lögnum og lægsta hitastig á landinu öllu fer sjaldan reyndar undir -30°. Á köldum vetri er að meðaltali í janúar á Akureyri -5,5°. Þannig að það er alveg ljóst af þessu og eins og við vitum nú kannski flest að það þarf að hafa sérstakar ástafanir varðandi pípulagnir og vatnslagnir til þess að þær springi ekki í frosti en svo stundum þá koma meiri frost heldur en að búist þar við og það geta svona ýmislegt ófyrir sig getur komið upp sem að veldur því að þrátt fyrir allar ástafanir þá springi lagnir samt. Fjöllum næst umfang tryggðra vatnstjóna og við sjáum á þessum myndum að hérna hefur orðið vatnstjón og einmitt út af frostsprungu þetta getur orðið svolítið svakalegt að sjá og þetta er einmitt svona vatnssprungin lögn típist tjón. Það sé að stærstur hluti skráðra fasteignatjóna eru vatnstjón eða 80%. Þetta kom í töluvert óvart þegar ég fór að rannsaka þetta að 80% af öllum fasteignatjónum sem tryggingafélögin að bæta eru vatnstjón. Það er ekki, að einhver missir eitthvað eða krakkinn, brýtur eitthvað eða kviknar í eða milljón hlutir, það er vatnstjón, þess að vatn lekur og vatn skemmir og mygla og svo framvegis og þetta er svona hluti af því, þetta verkefni það komið við fyrir það verðmæti tryggðra vatnstjóna á Íslandi nema hátt í 4 milljörðum á ári 4.000 milljónir og 2,1% þessara tjóna eru vegna frostsprungina lagna í orlofshúsum í það minnsta, þetta er svona varlega áætlað og meðal vatnstjón í íbúðarhúsnæði það er 450.000 krónur sem það kostar
sem tryggingafélagi bætir, og svo það meðal tjón í atvinnuhúsnæði, það 589.000, en tjón í orlofshúsum hins vegar, það rúmlega ríflega tvöfalt dýrara eða 1250.000. Og minni á að þetta eru aðeins tölur yfir tjón sem að tryggingafélögin bæta. Það sést öll tjón sem að verða á til dæmis ótryggðum orlofshúsum, að þau eru þá fyrir utan þetta. Nú, af hverju vatnstjón svona mikið dýrar í orlofshúsum? Veik sérstaklega athygli á þessari skemmtilega mynd hérna. Þetta baðherbyggi sem hefur orðið illa út í vatnstjóni á einum frostavetri. Þetta allt myndir af frosttjóni, frostsprungnum lögnum sem að þið sjáu hérna. Nú, það dýrara að koma aðföngum og viðgerðarfólki á staðinn í orlofshúsum. Það gerir tjónið dýrara þegar það verður. Orlofshús oft úr timbri eða öðru efni sem þolir illa vatnstjón. Talan ekki með að heitt vatn og þetta soðnar allt bara, og þetta verður bara einn hræri grautar eftir þegar loksins einhver kemur á staðinn. Tjón í orlofshúsum hafa tilhneigingu til að uppgötast of seint, þegar það orðið of seint að lágmarka skaðan. Ef að eitthvað byrjar að leka heima hjá þér, þá ert þú yfirleitt oft kannski á staðnum og getur svona sett eitthvað undir lekan eða þú veist hringt í einhvern og gert alls konar ráðstafanir. En ef þú ert einhverstað vísfjarri og kemur ekkert í húsi fyrir mörgum dögum seinna, þá kannski orðið allt of seint að gera eitthvað, eða þá tjóni verður allar minnskosti miklu verra, sko. Og mun líklega að tjón verði það líka bara mun líklega að tjón verði í orlofshúsum vegna til dæmis aukinnar hættu á rafmagnsleysi eða að vatnsveitu leysi. Og ég ræddi við einn mann frá tryggingafélagi sem að sagði að þetta væri eiginlega verstu tjónin. Og við kannski þekkjum þetta illa sem að búum í þéttbýli, að sumstaðar út á landi að þegar það verður rafmagnslaust, sem að gerist mun oftar líka þar, að þá fer oft heita vatnið af líka, vegna þess að hitaveitan í þeirri sveit háð því að nota rafmagnið og eins og hann lýsti þessi ágæti maður frá tryggingafélaginu, að það versta sem getur gerst, það gerist alltaf á versta mögulega tíma, að rafmagnið það fer oft af sveitunum þegar það brjálaveður og það brjálafrost, það sést verstu mögulega aðstæður, og þá fer rafmagnið og þá fer líka heitavatnið og þá frjósa heitavatnslagninar, en svo þegar heitavatnið kemur aftur að það kemur það bara með húrrandi hraða inn á kerfið aftur þar sem að húsið og þá mun eitthvað gefa sig, og þetta eru tjónin sem að verða verst úti, sumur orlofshúsin sem verða verst úti. Já, og það líka bara mun líklega að tjón í orlofshúsum verði alvarlegri vegna þess að það eru lélegri ráðstafanir til að varna tjóni. Það svona oft kannski bara hitaveitugrindin höfð einhvers staðar það sem hún ætti ekki að vera, eins og inn í húsinu, en nú eru tryggingafélög farin að gera kröfu að hitaveitugrinda séu hafðar í sér húsnæði við hliðina á orlofshúsunum, til þess að þannig ef eitthvað springur í grindinni, að þá skemmi það sem minnst af innan stokksmunum. En svo líka mikill kostnaður sem að fellur á hið opinbera þegar það verður vatnstjón, sem að náttúrulega ekki inn í þessum tölum tryggingafélögin, og sjáum við slökkviliðsmenn að störfum, en það vita kannski fáir að slökkviliðsmenn þeir berjast ekki bara við elda, af því að mjög stór hluti af þeirra starfi að berjast við vatnstjón. Stór hluti allra útkalla slökkviliða vegna vatnstjóna, eða 17,1% allra útkalla, og það þá næst algengasta orsök útkalla og eftir bruna utandýra. En bruni innandýra eða eldur í byggingum ekki nema 11,4%. Þannig að slökkviliðið það fæst mun meira við afleiðingar vatnstjóna
í híbýlum manna heldur en afleiðingar bruna í híbýlum manna. Þeir ættu kannski að heita þurrkuliðið en ekki slökkviliðið, smábrandari. Já, þannig að það gríðarlegur samfélagslegur kostnaður sem að fellur til út af vatnstjóni, sem þá kannski sem ég hef ekki tölur yfir á takteinum, en það getur svona rétt ímyndað ykkur. Nú, hérna eru svona algeng sjón, svona eftirköst vatnstjóna, og það eru svona eins og hérna sjáu hérna svona túrbínu þurrktæki sem þarf að setja út allt og ekki víst að það dugi einu sinni. Svo eru hérna menn með svona vats svona ryksugur og eru að moppa þetta upp og eitthvað. Hérna myndur háskólanum, það er alltaf flotti. Og svo náttúrulega það sem er verst af öllu, það er að ef það næst ekki að þurrka nógu vel upp og hreinsa rakan, að þá myndast svona mygla, og það er bara getur verið mjög erfitt að losna við myglu sem skeður og stundum kannski bara ógerlegt. Nú, það er gríðarlega mikill dulinn kostnaður sem að fellur á húseigendur, sem að er kannski hvergi til neina tölur yfir. Tryggingafélögin náttúrulega halda ekki utan það, og þau tjón sem að þau bæta ekki, og eins náttúrulega eru sérstaklega fjöldi orlofshúsa sem eru bara hreinlega ekki með tryggingu og leita þá aldrei til tryggingafélag. Og svo náttúrulega jafnvel þó að þú lendir í tjóni og fáir það bætt, þá fellur ýmis kostnaður á þig og þú verður fyrir því að það leggur ómælda vinnu í þetta, og þú vart að svona, já, það er ýmis kostnaður sem fellur til sem að enda bara á húseigendarum. Já, þeim sem lendir í tjónu, jafnvel þótt að tryggingafélagið taki á sig stóran hluta. Já, sérst tryggingafélagin, þau neita að tryggja húsnæði þar sem öryggi veitulagna er ekki í lagi. Bæði það að þú bara færið ekki að kaupa trygginguna, og svo eins náttúrulega ef þú lendir í tjóni og þeir benda á að þú hefur ekki verið að hugsa nógu vel þín mál, að þá neita þeir að tryggja tjónið ef þeir lendir í því þó þú sért með trygginguna. Svo gera tryggingafélög líka ríkar kröfur til orlofshúsa sérstaklega hvernig gengi skulu frá veitulögnum, og ég nefndi þarna áðan eins og með að heita veitu grindin, hún sé höfð sko í sér húsnæði sem er ekki tengt orlofshúsinu sjálfu, og svo svona ýmislegt fleira í þeim dúr. Og það má nefnilega þá líka leiði bara líkur að því að stór hluti orlofshúsa sé bara alls ekki tryggður fyrir vatnstjónum út af þessu. Og orlofshúseigendur þá sérstaklega sitja uppi með stærstan hluti af heildartjóninu sem er þá hvergi til að skrá yfir. Og svo er þetta með myglusveppinn. Það getur verið ógerningur að losna við myglusveppi í sumum tilfellum, og við vitum dæmi þess að hús hafi bara hreinlega verið dæmt ónýtt. Þannig að jafnvel þótt að það náist að þurrka upp bleitu pollinn, að þá er ekki öll sagan endilega sögð. Nú, hérna sjáum við myndir af nokkrum gerðum af pípum sem að hafa allar sprungið í frosti, og þá er eiginlega næsta spurning, hvernig gerist það eiginlega að pípur fari svona? Þetta hérna sérstaklega með þetta hefur alveg sko bara kveldsprungið, alveg bara í tætlur, en svona algengara er eins og hér gerist að það rifnar svona. Og svo náttúrulega er líka mjög algengt að það losni eitthvað meðfram blöndunartækjum, og í raun og veru eru algengustu vatnstjónin, það eru blöndunartæki sem gefa sig og eins pípur sem gefa sig. Og hvernig gerist þetta í frosti? Ég gerði hérna litla svona animation eða teiknimynd sem að ég bjó til sjálfur, sem að sýnir þetta. Nú, hvernig frostspringa lagnir? Það sé að byrjar að því að það er kaldur vetur náttúrulega og kvöldu vetranótt, og það er mikill kuldi hérna,
og oft kannski er frum orsökin svo að það er ekki nógu vel einangraðar lagninar, þessar lagnir, að það kemst of mikil kuldi hérna inn í vegginn þar sem að lagnin og það sem gerist þá er að það byrjar að safnast upp þarna ís og hann smám saman þrýstir vatninu inn í lagnina og það myndast of mikil þrýstingur þarna inni þangað til að lagnin bara þolir ekki meira og hún springur og það náttúrulega er fjandinn laus. Þannig að það er ekki einu svona þannig að þar sem að lagnin springur að það sé í frostinu. Það er yfirleitt kannski frekar þannig að lagnin hún frýs einhvers staðar kannski fyrir utan eða undir kjallara er mjög algengt, en svo springur hún þá einhvers staðar fyrir innan þar sem það er ekki frosið, af því að ísinn hann ítir þá vatninu á undan sér og það gefur svo einhvers staðar þá það sem að er en þá bara vatn í lögnum sko. Og þá kom þessi hugmynd sko. Hugmyndin með þessu verkefni það er að verkefnið er hugsað sérstaklega fyrir orlofshús, bara svo það tekið fram, en það er auðvitað alveg að ímynda sér að þetta gildi jafnt önnur hús, en svona orlofshús eru svona sérstaklega viðkvæm fyrir þessu kannski út af lélegri einangrun og svo náttúrulega eru kannski meiri frost líka við það sem að orlofshús eru og svo þessi þriði þáttur að fólk er oft bara víðs fjarri þegar að tjónum gerast og get ekki brugðist við. Nú, það er að finna ódýra leið til að tengja stýringar á neysluvatnslögnum við önnur kerfi og þá er ég hugsa kannski þjófavarnakerfi, brunavarnakerfi og bara hreinlega farsímaðinn. Ef þú getur stýrt hérna einhvern veginn lögnunum með farsímanum og þá væri kannski hægt að koma í við fyrir einhver tjón. Og svo er það hitt að láta kerfi tæma lagnina sjálfvirkt þegar hiti fyrir undir frostmark. Það er svona ein hugmyndin með verkefninu að kerfið ætti ekki einu svona þurfa að treysta á þitt hyggjuvitt sko, að það kerfið það mælir bara hitastigið með einhverju tölvu og ef það fer undir einhver ákveðin mörk að þá gerir það ráðstafanir, það skrúar þá fyrir vatnið og ef hleypir úr lögnunum þannig að það geti ekki myndast of mikill þrýstingur og í þessum tilfellum þegar þetta gerist þá er kannski hvort sem er enginn í húsinu, þannig að þetta myndi þá bjarga lögnunum undan verstu frostunum. Og svo náttúrulega þurfti að vera hægt að fjárstýra þessu í gegnum síma, þú getur fengið skilaboð í síman líka eins ef að eitthvað er að gerast sem þú þyrftir að bregðast við eða vita af og eins að þú getur þá ef þú ert orðin eitthvað stressaður yfir þessu þá getur þú skrúa fyrir vatnið líka bara með símanum áður en að sjálfvirknin tekur yfir og svo mætti náttúrulega eins hugsa þetta áfram og það er rétt að hugsa sér að nota þá síman til þess að hleypa heita vatninu á bústaðinn áður en þú veist að þú ert á leiðin í bústaðinn og þið langar að byrja að kynda hann upp svona áður og mætir þá getur þú gert það ekki með síman, það væri mjög næs. Þetta er svona framtíðin músík og eins kannski til að hleypa vatni í heita pottin, þú veist, þú ert að leiðin upp í bústaðinn og það er allt skítkalt þannig og þá getur þú látið renna í pottin sem sagt bara með símanum eins. Eða þá bara heilt stilt hitastigið á ofnunum og þá hvort sem látið bara tölvuna gera það eftir einhverju svona reiknireglum eða þá bara með símanum handvirt eins og bara termostat í tölvu eða síma eða hvað það er. Og þetta myndi sérst líka hafa þann kost að þú getur haft umsjón með svona veitukerfum langa vegalengdir. Ég er að hugsa þetta þá fyrir þá sem að er að hugsa svona orlofshúsa þyrpingar, verkalýðsfélög og slíkt sem eru með fjölda orlofshúsa að þeir geti haft umsjón með þessu öllu saman svona úr tölvunni eða símanum. Nú, uppbyggingin á lokaritgerðin sem skrifaði, þetta sem að þið eru að hlusta núna er náttúrulega bara glærukynning en er ekki yfirferð á ritgerðinni. Glærukynning er eitt og ritgerð er annað, þannig að það eru upplýsingar í þessari glærukynningu sem eru ekki í ritgerðinni og eins öfugt, það er náttúrulega miklu svona dítilegra að fara ofan í hlutina í
í ritgerðinni heldur en gert í glærusýningu því ég ætla ekki að drepa ykkur úr leiðendum. En ég ætla að fara að sýna ykkur samt bara stutt hvernig ég byggði ritgerðinu upp. Það náttúrulega formáli, svo gerir ég ágrip sem að fer svona stuttlega yfir allt saman, svo inngangur þar sem ég tala vandamálið, algengi, tjón og umfang sem ég aðeins búin að tala núna í þessari kynningu, skilgreining á vandanum, væntingar viðskiptavina, væntingar eftirlitsaðila, þá ég að tala eins og tryggingafélögin. Svo fer ég við val á búnaði sem notast í þetta og þar stöðist ég við svona 4 megin stóðir í vali á búnaði. Það verð á búnaði, virkni búnaðarins, að hann virki eins og til ætlast, hann þoli harðgerðar aðstæður og svo eins hagkvæmni að búnaðarins sé ódýr í viðhaldi. Það sé ekki nóg að það sé ódýrt að kaupa búnaðinn, það þarf að vera ódýrt að eiga búnaðinn. Og ég fer líka aðeins yfir þetta á eftir. Svo fór ég í svona Porter-greiningu, samkeppni og ógnanir, 5 kraftarnir. Það inngöngu ógnanir, staðkvæmisvörur, birgjar, kaupendur og núverandi samkeppnisaðilar. Og þið sjá hérna tölunar við hliðina, það blaðsíðutölin. Svo tók ég og gerði svolítið nýjung sem ég hef ekki heyrt til þess að hafa verið gerð áður, en ég tók eiginlega og sneri 5 kraftalíkanir Porters á hvolf og gerði svona tækifæri og samstarf, gerði svona eiginlega öfugt sko. Þannig að þá verða inngöngu ógnir að inngöngu tækifærum og staðkvæmisvörur verða að samvinnuvörum og byrgja ógnanir verða að byrgja samstarfi og kaupenda ógnanir verða að kaupenda samstarfi og svo núverandi samkeppnisaðilar eða samkeppnisaðilar verða að svona samlegðar samstarfi eða samstarfsaðilum. Svo fór ég svona út í mögulega þróun á eiginleiku vörunar. Ég var aðeins búin að tíunda á því að það var þetta svona þróa konsepti áfram og fara að láta kerfið stýra svona ýmsu öðru, gera ýmislegt annað heldur en að bjarga lögnum undan frosti. Og þá hérna hugmyndir sem ég tíunda þar. Það notað svona svipað eins og yfirströmsvörn eða viðvörun við því ef að kerfið nota of mikið vatn, það sé það mögulega leki einhvers staðar. Svo vatnsleysisvörn og viðvörun, það sem að kerfið myndi láta vita ef það ekkert vatn á lögnunum, og svo rafmagnsleysisvörn eða viðvörun. Kerfið gæti eins látið vita að það sé rafmagnslaust í bústaðnum. Þetta náttúrulega kannski önnur kerfi sem að leysa þetta að hólmi að einhver leyti, en enga síður þetta svona eitthvað sem geti vel fyllt með þessu kerfi líka. Svo fer ég aðeins yfir hvernig framleiðslan myndi fara fram og það náttúrulega kostnaðar á íhlutum og svo arðsemis útreikningar og núllpunktsgreining, af því að ef þetta á að vera góð viðskiptahugmynd þá þarf einhvern veginn að vera hægt að græða peninga á þessu þó að lítið sé. Og svo bara fer ég stutlega við niðurstöður og svo heimild að skrá og ég með viðauka þar sem ég fer yfir svona tækni upplýsingar, nörda upplýsingar tölvuna sem notuð til þess að stýra þessu allir saman. En við skulum þá vinda okkur bara næst í val á búnaði, og eins og ég sagði, ég byggði val á búnaði á 4 megin stóðum. Það sem sagt verð, virkni, þol og hagkvæmni. Varðandi verð, búnaðurinn þarf að vera á verði sem stendur undir ávinningi. Þetta svona eins og að kaupa ákveðin lottómiða. Mér finnst alltaf gott að nota lottómiðalegginguna. Ef þú kaupir til dæmis einhverja tryggingu, heimilistryggingu, hvað sem þá það svona eins og lottómiði, að þú vilt að mögulegur vinningur, ávinningur í lottóinu eða mögulegt tjón eða það sem þú fær borgað út af tjóni, að það sé ekki of dýrt að tryggja til þess að þú viljir taka þátt í lottóinu. Það alveg eins með þetta að þú vilt að búnaðurinn og uppsetning og allt í kringu það kosti ekki of mikið, þannig að tjónið sem það geti mögulega varnað sé bara hreinlega ódýrara. Þannig að svona, ég laði mikið upp úr því að búnaðurinn og allt væri sem ódýrast. Svo það virkni búnaðurins, auðsjónlega þá þarf búnaðurinn að búa yfir virkni sem að leysir verkefnið sem við ætlum okkur, og ég fer svona aðeins nánar í það. Og þegar afsakið að ég heyri í barni gráta fyrir aftan mig, þá var það vegna þess að nýfæddur sonur minn, hann svolítið óvær með að ég að lesa þetta. Þannig að þið eru ekki að missa vitið.
Svo það þol á búnaði. Búnaðurinn þarf að hafa þol til að standast harðgerðar aðstæður og svo náttúrulega reglugerðir líka. Ég ætla lítið að fara í reglugerðirnar í þessari glærukynningu en ég fer yfir það í ritgerðinni hins vegar. En það eru reglugerðir rafsegul, samhæfi og eitthvað slíkt. Og svo þarf búnaðurinn náttúrulega að vera hagkvæmur í uppsetningu og viðhaldi og ég vil meina að þessi búnaður sé gríðarlega hagkvæmur í uppsetningu og viðhaldi. Ég ætla að tala eins og það núna vegna þess að ég fer ekki yfir það neitt sérstaklega síðan meira. Að búnaðurinn hann byggir á því að tengjast við Wi-Fi, internet, bara við þráðlausa netið. Og nú eru náttúrulega flestir farin að vera með þráðlaust net í bústöðunum sínum og ef að þeir skildu ekki vera með það að þá geta menn nú alltaf fjárfest bara í svona 3G punkt. Ég ákvað að fara frekar þá leið að nota þráðlaust net og fara inn á bara internetið heldur en að nota eins og svona GSM hringibúnað eins og kannski sumir þekkja vegna þess að það er bara miklu öruggara. En ég tala aðeins öryggismáluna eftir. Svona GSM búnaður sem hún hringir í og hann gerir eitthvað, það er ekki mjög öruggubúnaður svona upp á netöryggi og slíkt. Það er hægt að hakka þetta og fikta í þessu. Óbrúknir aðeins getur komist í þetta. Herðu, hérna er tölvan sem á stýrisöllusmann. Þetta er varandi virknina og það er ESP8266 örtölvan sem að varð fyrir valinu eftir að hafa skoðað svona ýmsa kosti og þessi tölva varð helst fyrir valinu af því að hún er með innbyggðu Wi-Fi og ég ætla að telja hérna helstu kosti og eiginleika. Hún er alveg ótrúlega ódýr þessi tölva. Það er hægt að fá hana undir $2 í smásölu. Þannig að þú verður að kaupa eitthvað svona svolítið slatta af þessum tölvum og þá fengir það jafnvel ennþá dýrara. Þannig að þetta er náttúrulega bara djókverð fyrir svona öfluga tölvu. Já, hún er náttúrulega mjög öflug líka og 2,4 GHz klukka. Hún er hægt að láta henni framkoma flóknar reikniaðgerðir á tiltölulega stuttum tíma og það stendur ekkert í henni. Og hún er líka með 4 megabæta minni sem er alveg heill hellingur eða vorst ekki að geyma myndir og eitthvað tótt. Þannig að það er að vera með svolítið stórt forrit inn á þessu og alls konar upplýsingar og það er það sem að tölvan notar til þess að vita hvað hann á að gera og þú ert náttúrulega forritina. Svo er þessi tölva með innbyggðu Wi-Fi og TCP/IP og loftneti og þið sjáuð hérna meira sá myndinni að þessi hérna partur, þetta er loftnetið sjálft. Þannig að þetta talar þá við ráterinn í húsinu þínu og þannig getur þú tengst þá inn á tölvuna til þess að hérna kveikja og slökkva á grunum og eitthvað svoleiðis. En já, höldum áfram með tölvuna. Já, það eru 8 inngangar, útgangar á tölvunni. Þannig að þú getur ýmist nota þá útganginn sem annarkvort inngang eða útgang. Þú getur reynda að svissa því í miðju forriti. Þannig að þetta er töluverið svo eiginleiki að maður svona forritrættarétt og það er þetta að hafa inngangana, hún getur lesið serial samskipti, þú getur tengt tæki við sem að senda frá sér serial skilaboð, digital og það er að meðal til dæmis svona hitamæla sem eru ódýrir sem að senda frá sér hérna nákvæmar upplýsingar hitastig og það er að vera með þá fjölda af hitamælum við einu svona tölvu. Það er að lesa inn analog aflestur sem verður ekki notað í þessu verkefni og eins pulse width modulation eða til þess að hraðastýra mótor og einhverju slíku. Þessi tölva er náttúrulega lítil og nett og tekur lítinn straum. Það er að láta hann að lifa alveg reynd ótrúlega lengi á bara lítilli lithiumrafhlöðu jafnvel og hún er einmitt vinnur á 3,3 volt tækni þannig að það væri hægt að kaupa svona ódýra litlar svona farsíma rafhlöður og láta þetta vinna á því. Þannig að og já, það er þetta forrita vélina með bæði Python eða Lua sem eru forritunarmál sem eru svona high level forritunarmál og láta það gera mjög flóknar aðgerðir. Þetta er ekki þú þarft ekki að forrita þetta í assembly eða basic eða einhverju svona vanþróaðari málum. Þetta er bara svona, eins og maður segir, nútímaleg forritunarmál og þú getur látað þetta gera mjög flóknar hluti.
og svo er auðvelt að breyta forritinu gegnum USB, ekki að það muni vera gert mikið, hugsa ég, ef þetta farið þá leið að nota svona tölvu í einhverju fjöldasölu, þá þetta nú bara forritað einu sinni og þess að forritið bara lesið inn á og svo fer þetta bara í gang. Þessar tölvur eru líka mjög vinsælar fyrir svona hobbyista. Hérna er eitt sem hefur búin að smíða sér veðurathugunarstöð úr svona ESP8266. Þessi veðurathugunarstöð, hún hefur sjálfsagt kostað svona, innan við $10 á að giska. Vel raka á, þá hérna á hliðinni svona þessi blái gaur hérna, þetta er sér að hita og rakaskynjurinn, hann er utan á og hérna er vírarnir í hann og svo er hann með svona OLED skjá sko, sem er innan í töpuverboxinu og að því að hann er með hérna Wi-Fi og hann er búin að forrita þessa veðurathugunarstöð þannig að hún fer á interneti sjálf og hún skoðar hitastigið og spána, veðurspána. Þannig að ekki aðeins lesa þetta hitastigið inni sem er hérna, þannig að lesa hérna hitastigið inni sem hún þá að æla undir þess, heldur fer hérna tölvan bara á netið og næri veðurupplýsingar og segir honum að það er sól úti og 13 gráður og heiðskýrt sko. Þannig að þetta er svona bara hinn ágætasta veðurathugunarstöð, smíðuð með svona örgjörfa og það hefur að líkinu kostað eitthvað innan við $10 allar efniviður í þetta. Þannig að það er hægt að gera ýmislegt með þessum snjöllu litlu tölvukaupum og þetta þarf ekki að kosta mikið. Nú, hérna er ég búin að teikna upp svona hvernig verkefnið lítur út í heild sinni og það byrjar náttúrulega hérna á að þú þarft að tengja þetta við straum helst. Nú eru kannski sumir bústaðir bara með sólarrafhlöðu en það er alltaf lagi líka vegna þess að aflgjafinn og allt í kringu það, hann vinnur á 12 voltum, þannig að það væri í raun og veru mjög auðvelt að breyta þessi yfir í eitthvað sem vinnur alveg á 12 voltum líka og við erum með vara aflgjafa sem er hérna 12 volt sem að hliður líka þá rafgemi sem er 12 volt, bara svipaði rafgemi eins og er í bílum svona nikkel metal hydride hérna rafgemir sem að þólir gríðilega mikið frost, svona bílarækjumir eiginlega, bara mínjúka og þessi 12 volt þau sem sagt hérna eru líka aflið fyrir segulkranana. Þess að 12 volt út úr 12 volt aflgjafanum þá fer það inn á í gegnum segulloka sem er stýrt af tölvunni og þessi segulkranar þeir eru 12 volt og ástæðan fyrir því að við gerum þessa leið að hafa þetta allt 12 volt er að ef að rafmagni fyrir af bústanum að þá er alltaf varaafl að þessi rafgemir með þessu systemi það myndi endast í einhverja sólarhringa svona með fyrirvarum að ég hef ekki prófað þetta neitt en það er afar lítill straumi sem að þetta kerfi dregur allt þannig að þetta kerfi það ætti að ganga mjög lengi í straumleysi þannig að ef að straumurinn fyrir af bústanum og það kom upp aðstæður þar sem það þarf að loka skyndilega fyrir allt vatn og dæma lagnir og svoleiðis að þá erum við ekki í vondum málum vegna þess að það er varaafl á öllu saman og úr 12 volta aflgjafanum er tengdur svo 3,3 volta spennureglun sem að þarf til þess að straumfæða þessa tölvuna búnaðinn og við svo tölvubúnaðinn eru tengdir hitaskynjarar, þeir geta verið fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 og fyrir svo sem ekki nákvæmlega út í hvar þeir eiga að vera staðsettir eða hversu margir eiga að vera í þessu verkefni það er svona aukatrið að þessu sinni og svo náttúrulega er þetta tengist tölvun við hérna Wi-Fi og internetið og í gegnum það er sem sagt getur notandinn þá stýrt tölvunni, hann getur þá látið stýrt segulokkunum eða segulkranunum eins eða sagt tölvunni hvernig hún eigi bregðast við og eða breytt sjálfvirkninni og svo er náttúrulega líka sjálfvirkni það þarf ekki að fylgjast með kerfinu að það bregst við ef að hitaskynjarnir mæla eitthvað oflátt hitastig að þá hérna byrja þeir að loka fyrir eða tæma á lagnunum þannig að myndist ekki yfir of mikill þrýstingur og eins geti kerfi náttúrulega notað internetið til þess að senda svona skilabóðum eitthvað sem er að gerast, hvað er að gerast í kerfinu en eins og sjáðu, kerfið er ekki háð því að vera með tengt interneti þannig að jafnvel þó að við myndum kötta hérna á internetið
þá virkar samt sjálfvirknin ennþá og þannig að kerfið veit hvað á að gera við aðstæður sem myndast út frá hitastiginu sem það mælir. Þannig að jafnvel þótt að myndi lokast á internetið eins og gerist kannski í strömleysi snöggum, að þá veit kerfið samt hvað það á að gera. Og tölvan tengist náttúrulega inn á svona segulokka sem að stýrir hérna krönunum. Þessi kranar, þeir getur verið fleiri en 1, þeir getur verið fleiri en 2 og oft þetta kannski svona þrívei kranar sem að ekki bara skrúa fyrir, heldur hleypa út og það þarf að hérna tæma, þú þarf að loka fyrir á einum enda og opna fyrir á öðrum til þess að hleypa vatninu út. Þannig að það myndist ekki yfirþrýstingur. Það verður ekki farið svona í smáatriðum í það í þessari kynningu hvernig þetta allt saman virkar, enda er ég ekki pípulærningameistari, en ég er svona meira að kynna fyrir ykkur svona hvernig rafeinda hlutin af þessari hugmynd virkar. Svona smávægileg útfærslu atriði í pípulögnum, það verður ekki fjallað hér. Nú, svo er það þola búnaðinum. Náttúrulega á Íslandi er stundum fimbulkuldi og frost og þessi mynd er tekin í Síberíu ég held. Sjáðu þið hérna augnárun á þessari stúlku, það eru frosin. Og sjáðu þið meira að segja að það myndast svona kristallar þegar hún andar í gegnum, það kemur heitt loft út trefilinn og það myndast bara kristallar hérna. Minnir að það var staðið, þetta væri 60 gráðu frost eða eitthvað, þetta var eitthvað alveg ridiculous sko. Nú, en sem sagt búnaðurinn, hann þarf að þola fimbulkulda og frost og aflgjafinn sem að ég valdi í verkefnið, hann er gefin upp til að þola -20 gráður, hann sérst að virka við -20 gráður en hann á að þola að standa í -40, þannig að hann getur kannski hætt að virka við -20 en hann skemmist ekkert þótt að hann fari í -40. Örtölvustýringin, það er svona misjant hvaða upplýsingar maður skoðar, hversu mikið frost svona örtölva þolir, kannski veit það raunverulega enginn af því að þetta hefur bara ekki verið prófað, en það má svona leiða líkur að því að það sé á milli -15 til -50 gráður, þetta er náttúrulega risastórt spil, en það eru rosalega margir óvissuþættir í þessu og það getur verið að jafnvel 2 eins tölvur að það er hérna önnur þeirra myndi þola þetta og hinn ekki sko. Þannig að eins og ég segi, þetta er eitthvað sem maður þurfti kannski líka að prófa, en ég held að það sé alveg nokkuð safe að segja að það þoli -15 gráður. Svo er það relegin sem að kveikja á segulkrönunum, það er svona rofin sem er á milli tölvunar og segulkranana. Það er náttúrulega svona mekaníski partar í því, en þeir eru nú samt gefnir upp fyrir að þola -25 gráður og starfa fram að því. Svo er það hitaskynjaranir, þeir eru gefnir upp til að starfa alveg niður í -40 gráður. Og svo er það spennureglurinn, það er alveg sama eins og með örtölvustýringuna, það er svolítið erfitt að segja. Að mörguleiti samskonar búnaður, þetta eru svona transistorrásir og eitthvað slíkt. Svo er það segulokkin eða segulkranin á þetta vist að vera, að hann er gefin upp til að þola -15 gráður, þannig að það er nú svona kannski svona fljóttaleitið mesti flösku hálsin, það er kranin sjálfur, mögulega er þetta að fá krana sem að er gefin upp fyrir meira frostþol en þetta. Ég bara reynilega hef ekki rannsakað það til fullnustu á þessum tímapunkti, en svo kannski skiptir þetta ekki alveg öllu máli. Rafgeymirinn 12 volta, hann þolir -60 gráður, svona ef hann er við góða heilsu. Ef það er eitthvað svona farin að þurrkast upp, þá geti það verið töluvert lægra sem hann þolir. Þannig að það er kannski hluta viðhaldi við svona kerfi, það er að skipta rafgeymana svona nokkur ára fresti. Ástæðan fyrir því að þetta kerfi þarf svo sem kannski ekki að þola meira en -15 gráður er að þegar að hiti er farin að ná -10 gráðum, að þá er í raun og veru komin hættu ástand þá þegar. Þannig að ef að þar sem að búnaðurinn er staðsettur, hann er þá staðsettur væntanlega á sama stað eða svipuðum stað og hérna viðkvæmustu partarnir í hérna lögnunum, að þegar að hitastig þar er komið niður í 10 gráður mínus, að þá er eiginlega komin tími fyrir kerfið að bregðast við. Þannig að það mun þá alltaf bregðast við áður en að það kæmi til þess að kerfið gæti farið
að sem sagt, gefa sig út af frostinu. Þannig að kerfið á að vera búið að ljúka störfum áður en að það gefur upp öndina ef að allt væri á versta veg. Og tækja kassin sem utan allt saman, ég meira sér skoða hvað hann geti þólað. Það svona, ég myndi ætla að menn segja það að svona eitthvað sem úr plasti að það ætti að þóla svona niður í mínus 70 gráður. Það meira sér plast að við nógu mikinn kulda að þá hefur það tilhneigingu til að smallast í öreindir. Nú, hérna er mynd af svona segulkrana sem að ég skoðaði fyrir þetta verkefni. Þessi krani, hann gengur á 12 voltum og það er hægt að stýra honum sérst bara með svona relay snertu sem að við sjáum hér. Þetta er svona típisk segulsnerta sem að er hægt að láta svona örtölu stýra, og þetta er allt saman svona frekar viðræðanlegu verði, allir þessi búnaður. Þetta er bara af Alibaba. Nú, þá förum við næst yfir í samkeppni og ógnanir, og þar notaði ég 5 krafta líkanið hans Porters. Það eru sem sagt inngöngu ógnanir. Það gæti orðið töluverð áskorun að sannfæra fólk sem sagt hætturnar sem að stafar af því að sem sagt sinna veitulögnum illa. Það gæti þurft að eiga sér stað mikil svona ákveðin vitundavakning áður en hægt að selja vöruna. Það er ákveðin ógn í því. Svo er það staðkvæmda vörur. Sko, það eru svona handvirkar lausnir til á markaði. Það hafa píparar verið að setja upp lausnir þar sem að þú ítir á einn takka þegar þú ferð frá bústaðnum, eða snýr lykli eða eitthvað slíkt, og þá bara skrúar fyrir allt í bústaðnum. Þetta er alveg til, en auðvitað væri náttúrulega betra ef það væri allt saman sjálfvirkt. Kemur við fyrir gleymsku til dæmis. Svo er það byrgjar, ógnir frá byrgjum. Ég meti eiginlega engar ógnir þar. Það er hægt að fara, eins og ég segja, á Alibaba og finna þetta allt saman þar. Það er auðvelt að finna nýja byrgja, og það er mikið samkeppni að selja svona búnað. Og svo er það kaupendurinn, samkeppni, eða sérst ógnanir frá kaupendum, og það er kannski helst það eru margir stóri kaupendur sem eru ráðandi, og maður þarf að passa sig að vera góði við þá, kýtla þeim bak veira, og ef einhver stór kaupandi, möguleg kaupandi, myndi býta það í sig og þetta væri allt saman ómögulegt, þá geti það skapa svona erfiða stöðu. Svo er það núverandi samkeppnisaðilar, og þeir eru, myndi ég segja, frekar fáir og dreifðir. Eins og ég segi, það eru einhverjir píparar sem hafa verið að setja upp eitthvað svona svipað sem kemur að einhverju leyti í staðinn, en svona það hefði ekki kannski mikið verið að gera út á þetta, sko. Svo er hérna aðeins varandi ógnarnir sem að passaði einhvern veginn ekki alveg inn í 5 krafta líkanið, eða ég vildi fjalla sérstaklega það líka. Það er netöryggismálin. Það hefur mikið verið fjallað að svona Internet of Things búnaður eins og þetta er sannarlega, að það sé ekki nógu örugt, að það sé hægt að hakka sig inn á þetta og það geti valdið einhverju svona tjóni. Þannig að ég skoðaði þetta nokkuð vandlega varandi þannan búnað sé valdi, og það kemur í ljós að ESP 8266 örtölan, hún er tiltölulega örugg ef þannig er frá henni gengið. Og hérna sjáum við einmitt svona myndir af hvernig það birtist í svona flestum gerðum netvafra. Hérna er Chrome. Ef þú ferðir inn á svona öruggar vefsíður, að þá stendur hérna HTTPS, og nú eru vafrar eins og Chrome, þeir eru farin að vara þig við ef þú ferðir inn á síðu sem er ekki HTTPS, og ESP-tölvan hún styður þetta format, og hérna sér það líka hvernig það birtist, að það kemur svona eins og grænn hengilás, og svo stendur hver vottar þetta öryggis certificate, þetta er öryggisvottuð síða, og þetta er svona það sem að þykir fínast í þessum bransa, og heimabankar og svona síður sem er að versla og svona. Hérna sjá það stendur trusted, sko, að það er allar með svona vottanir, og þessi ESP 8266 tölu, hún styður þetta allt saman. Og svo er líka hægt að loka algjörlega fyrir að það setja forrita síðuna nema bara með USB-lykli,
það er hægt að forrita tölvuna bara í gegnum Wi-Fi-ið. Ég get sem sagt sendt tölvunni bara nýtt forrit hérna í gegnum netið, en þá þarf ég að vera búin að opna fyrir það sérstaklega sko. Þannig að ef ég opna ekki fyrir þá gátt, þá náttúrulega er ekki hægt að gera það, og þá bara hægt að forritana með að mæta á staðinn og tengja USB snúru við og hérna vita hvað maður er að gera. Nú, þessi tölva er ekki með neitt stýrikerfi, það er ekki Windows á henni, það er ekki hérna, Mac OS, það er ekki Linux, það er ekki Android. Flesti vírusar og slíkt og óværur það stílar inn á veikleika í stýrikerfum. Það er ekki stýrikerfi þessari tölvu, hún er bara hérna, þú forritar hana bara með vélamáli, og já, þannig að það er voðalega erfitt að finna veikleika í því. Og hún getur líka hýst sitt eigi vefviðmót, þannig að þú getur sett vefsíðu á tölvuna sjálfa. Það er ekkert hægt að breyta henni, hún er bara eins og skrifuð í stein þar. Öfugt við að þú myndir hýsa eitthvað á þriðja aðila, en þá er kannski hægt að brjótast inn í það og breyta forritinu þar. Það er ekki hægt ef þú hýsir hérna vefsíðuna á tölvunni sjálfri, og það er ekki hægt að breyta því nema að fara með USB snúru í tölvuna. Og tölvan styður bæði SSL dulkóðu samskipti og HTTPS staðalinn, og styður SSL vottanir eins og ég talaði um hana. Nú, alveg eins og það eru ógnanir þarna úti, þá eru líka tækifærin úti, og þess vegna datt mér í hug eins og ég áður sagði að nota 5 krafta líkanins porters og svona eiginlega snúa því við. Þetta er svona inverse porter 5 powers, sérst öfugir 5 kraftar porters, og ég ætla að fjalla um það hérna. Það eru sérst inngöngu tækifæri. Það er ákveðin vernd í því að vera fyrstur á markað með einhverja nýja hugmynd. Ég tel að þetta sé algjörlega ný hugmynd, ég hef ekki séð neitt svona sambarlegt, þrátt fyrir að frostsprungna lagnir séu vandamál í þeim heim. Það eru mörg önnur lönd það sem þetta vandamál, og það er alltaf verið að vara við þessu. Ég fann mikið af svona auglýsingum og bæklingum svona erlendis frá sem að fjalla um þetta vandamál og hvernig fólk á að búa sig undir veturinn og annað slíkt. Svo er það samvinnu vörur. Það er hægt að samvinna þessa vöru með til dæmis öryggis- og brunakerfum sem fólk er oft með á staðnum, og það er verið að vakta þau kerfi, og þau kerfi senda boð á einhverja stjórnstöð og annað slíkt. Það var alveg hægt að hugsa sér að kerfi eins og þetta væri hluti af því. Þannig að það eru svona samvinnu vörur þá. Svo er það byrgja samstarf, öfugt byrgja ógnanir. Það er mikil tækifæri að ná hagstæðri verði á aðfengum, og verð sé eitthvað sýningarinn eftir. Þetta er allt verð á hérna í smásölu. Það er þetta náttúrulega mikil svona hagkvæmni með því að versla inn í einhverjum magni, og eins náttúrulega bara láta fjöldaframlega fyrir sig búnað. Að það er orðið ódýrt að láta búa til sína eigin prentplötur, og það eru róbótar sem að þú veist raða hlutunum á, og þú getur látið smíða fyrir þig rafeindabúnað frekar ódýrt í dag. Þú nánast bara sendir einhverja teikningu, einhverja versmiðu, hvernig þú vilt hafa þetta, og svo bara færið samt bara eitt vörubreytt af græjaniðinni sko. Þannig að ef það á að fara einhverja fjöldaframleiðslu þá er hægt að örugglega ná mikilli hagkvæmni þar. Svo er það kaupenda samstarf. Það er sem sagt hægt að gera samstarf við marga stórkaupendur og sem sagt ná fram svona ákveðni hagkvæmni í því að aðilar sem er að eiga kannski 100 eða 20 sumar orlofshúsa, að það er að koma upp búnaðum í þá alla í einu og og já, vera með svona líka samvinna á milli, láta búnaðin vinna saman á milli húsana og annað slíkt. Og svo er það sem ég kalla samlegðar samstarf. Það er að breyta mögulegum samkeppnisaðilum í samstarfsaðila. Og það væri til dæmis hægt að vinna með pípulegningamisturum að koma svona búnaði fyrir í húsum bara strax við byggingu húsana sem bara einhvers konar staðalbúnaði, og þá þurfti ekki alltaf einhver svona rafeindavirki að koma á staðinn. Það væri hreinlega að þjálfa bara píparinn í að setja upp búnaðinn og ganga frá þessu allir rétt.
Hérna gerði ég svona litla kostnaðar áætlun. Þetta eins og ég sagði, kostnaðar áætlun fyrir svona frumgerð eða prototípu, og þetta allt bara einhver verð á Alibaba og eitthvað svoleiðis sko, og sendingakostnaði líka. Og hingað komið þá kostar allur búnaðurinn með aðflutningsgjöldum 16.000, tæpar 70.000 krónur. Það er þá verð á það er verðið miðað við þá einn seguloka og einn einn segulkrana. Það stendur seguloki það er segulkrani, og það er svona það sem er dýrast í þessu. Það er kranin sjálfur og svo eins rafgeymirinn. Sjálfsagt væri þetta að hafa minni rafgeymin, ég gerði ráð fyrir ég minni hafi sett 7 amperstundir. Ég held að 7 amperstundir það muni halda þessu kerfi á lífi í jafnvel bara svo vikun skipti sko. Þannig að mögulega má gera niður þarna líka, en þið sjáu að þetta er kostnaðurinn við að fá búnaðinn í hendunar, og þá eftir að setja hann saman og forrita hann og eitthvað slíkt. Og hérna er svona áætlað verð til viðskiptavinnar, og hérna er hann, sjáu þið, viðskiptavinnurinn. Og einingaverð búnaðar, það er þetta 70.000 með vaskrændar. Svo sett ég hérna kostnað við þróun og einingaverð, framleiðslukostnaði við að raða þessu öllu saman, og svo kostnaði við að setja þetta upp, sem að væri það kannski bara útseld eða aðkeypt vinna, borga pípalagningarmeistaranum einhverja fasta uppað fyrir að setja búnaðinn upp. Svo náttúrulega fer kostnaður í markasetningu, og það þarf að vera einhver álagning til þess að það sé hagnaður, og þá svona kom ég niður á einhverja svona tölu. Þetta er náttúrulega allt bara eins og maður segir leikur á tölunum, þetta eru Excel útreikningar, en þetta svona gæti litið einhvern veginn svona út. Það er svona áætlað verð til viðskiptavinnar fyrir allt systemið væri á þessu bili, og þá gerði ég hérna svona 0-punktsgreiningu, og ég náttúrulega vonast þess að verða í framan eins og þessi krakkar hérna. Eins og þessi krakkar hérna sko. Ég verði jafn glaður og þegar peningarnir fara að rúlla inn í bankan, og þá svona með við þessar forsendur allar, að þá þarf ég að selja svona kannski á milli 100 og 200 einingar eitthvað svoleiðis, svona rétt yfir 100 einingar, og þá er ég svona farin að koma út á sléttu og búin að borga upp allan kostnað, svona þróunarkostnað hana. Og svo ætla ég bara að enda þetta á að fara yfir svona helstu niðurstöður af þessu verkefni. Tjón vegna frostspranginna lagna er vandamál bara allan heim. Þetta er í Kanada og víða í Ameríku, í fylkjum sem ég bjóst ég vel ekki við að væri mikið svona frostvandamál, en það koma dagar ansi víða þar sem að hiti fer mjög lágt, og þar svona vandamál komast upp, og talum ekki kannski sérstaklega í löndum þar sem að það er ekki hugað vel að frosti, að þá er ákveðin tilhneiging til að það sé ekki búið að fóðra nógu vel hérna lagninar, og það frýs inn í þeim, og þetta eru ótrúlegar upphæðir sem þetta kostar, og það eru fáar lausnir til á þessu vanda sem að treysta ekki bara hreinlega á eftirlit húseiganda með veitulögnum, að húseigandur sé í stöðugt að athuga hvort að það sé frosið einhvers staðar hjá þeim. Það er mælt með því að skrúa frá krönunum, þannig að leki alltaf smá, þannig að ef það kemur of mikill þrýstingur þá geta hann lekið út sko, bara til að láta leka í krönunum, og það er ágætis ráðsvarsat, og opna sér satt hérna skápinn undir vaskinum, þannig að það komist hiti að vaskinum, það á að minnka líkunir á því að springi. Það er alls konar svona ráðleggingar, en það er og eins að setja hitavír utanum lagnir sumstaðar, svo náttúrulega eins að fóðra veggina nógu vel og hafa lagnirnar bara strax frá hönnun húsina, þannig að það sé ekki hætt á því að það springi. En jafnvel allar þess aðgerðir, það er ekki víst að þeir myndu koma í veg fyrir öll þessi tjón, þannig að einhvers konar svona sjálfvirkni sem að getur metið aðstæður, að það mun alltaf vera góð viðbót við allar aðrar aðgerðir sem þú getur gert. Einmitt, það helstu svona, það er helstu ráðleggingar sem að menn nefna við að
koma í veg fyrir þessi tjón er bara hreinlega að endurnýja lagnir eða útbúa með hitafræði. Og eins og ég segir, lausnir sem byggja á að húseigendur skrúi sjálfur frá vatni eru ófullkomnar eins og minni manna. Að það vill kannski gleymast að skrúa frá vatninu á ögurstundu og það getur endað illa. Sjálfvirkar snjallarlausnir munu koma í veg fyrir mörg tjón, jafnvel þótt allt annað sé í lagi. Þetta er bara engin spurning. Þannig að ef það er hægt að gera svona lausn nógu hagkvæma, að þá er þetta eitthvað sem allir myndu frekar vilja hafa heldur en ekki. Og snjallarlausnir munu auka líkur á að tryggingafélög vilji vátryggja orlofshús í meira mæli. Ég held að sé, já, ég veit það eftir samtöl mín við fulltrúa frá tryggingafélagunum að það er gríðarleg fjöldi af orlofshúsmann úti sem eru ekki tryggð einmitt vegna ónógra varna fyrir neysluvatnslagnir og veitulagnir. Og í framtíðinni þá getu varúðaraðstoðanir sem þessar jafnvel orðið að skyldu. Þetta getur orðið einhvers konar standard. Það má alveg sjá það fyrir sér, líkt og til dæmis lekaliðar eða yfirstraumsvarnir í rafmagni. Lekaliðar, það er búnaður sem má segja snjallbúnaður sem að mælir hvort að það sé straumur að leka einhvers staðar út úr kerfinu, mælir hvort það sé leki í kerfinu, rafkerfinu og lokar fyrir rafmagnið ef það er leki. Það mætti alveg sjá fyrir sér svipaða lausnir í veitukerfum. Það þurfti þá að vera einhver frekar snjöll lausn sem að mælir á nokkru punktum í kerfinu og reiknar út hvort það sé leki. Og eins með bara yfirstraumsvarnir, að ef að kerfið er farið að dæla í gegnum sig óeðlilega miklu vatni, að þá sé kerfið nógu snjallt að það fatti það að það sé eitthvað að og loki þá fyrir eða láti vita eða eitthvað slíkt. Svo náttúrulega samfélagslegu sparnaður af svona þessum aðgerðum eða aðgerðum sem þessum gæti hlaupið á milljörðum á ársgrundvelli. Það er held ég nokkuð auðvelt að sjá það fyrir. Já, og að lokum þá bara þakka ykkur fyrir og ég vonaði að hafi haft gaman að þessu. Ég hafi mjög gaman að ég vinna þetta verkefni sjálfur og lærði mikið á þessu og það er svona sérstök ánægja að fá að gera eitthvað svona verkefni sem maður hefur á tilfinninguna gæti raunverulega verið gagnlegt. Þetta er ekki bara eitthvað algjört bull. Þannig að það var kannski líka ákveðin heppni að detta inn á einhverja slíka hugmynd. Þannig að já, bara takk fyrir í dag.